Jæja, það komið að tebolla dagsins Birta. Tebolla dagsins. Ég ætla að hella upp á fyrir þig. Þakka þér fyrir. Hvað segir í dag? Ég segja bara fínt. Ég segja bara fínt. Ég segja bara fínt. Okay. En þú? Ég er bara svona ágætt, sko. Já, ég ætla með svona smá stress í hjarta þegar við förum í þetta umræðni. Já, það er svona smá. Já. Ekki til að lífga upp daginn, skilur, en þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt, það er alveg málið, sko. En jú, auðvitað, annars erum við góðar, er það ekki? Bara, jú. Já. Eins ferskar og getum verið. Það, húst, maður er ekkert á fljúandi blómum allan dag, sko. Nei. Við fæðum til. Herri, við ætlum að minna á líka bara núna að við erum að taka fram í tíman. Ég er ennþá ólétt, til dæmis svona sem ég vona ég sé ekki þegar þessi þáttur kemur út. Þannig að bara svo við vitið að þannig að ef við erum að eitthvað kemur upp sem er ekki alveg relevant í okkar tímalínu, þá er það út að þetta er tekið upp í mars. Enda mars. Já. Bara síðasta deginum í mars, já. En þessi þáttur ætti raunin að vera að koma út bara alveg í enda apríl. Mánuð setna. Getur margt verið búið að breytast þá? Já. Það er það sem er skerið við það að taka svona þessu upp fram í tíman. Þannig að við reynum að halda okkur í burtu frá að segja eitthvað svona, eitthvað statement, en eins og staðan er í dag, núna sem, þá til dæmis, en þá samkomubann og eitthvað. Já. Af bylgju 4. Já. Það er rétt að vona þegar þessi þáttu koma út að þá er bara byrja að halda reif eða eitthvað. Já, reif. Það er ekki mætt á reif eða? Nei, held ekki. Kannski BCM á Magalú með að reifa. Útskriftaferðin 2015. Segir svona. En já, við erum að taka aðeins fram í tíman. Það er bara svo liðs. Já. Það er bara svo við muni ekki sakna okkar. Það er bara 100%, það er bara gert fyrir ykkur, sko. Líka fyrir okkur. Af því að okkur er svo gaman að chilla hér og spjalla við ykkur. En þið sjáuði nafnið á þættinum. Já. Það eru nokkri að núti sem eru ekki ánægðir. Það eru nefnilega einhverjir, en það eru svo bara yfirgnægjandi margir sem eru fans af draugasögunum, sem er svo skemmtilegt. Þannig við getum ekki við vitum af ykkur þeim sem að fíla ekki þetta topic. Annarkvort fíla það ekki eða eru bara ofrætt til að hlusta. Skiljalegt. Þú veist líka að því að þegar við vorum að gefa út fyrstu draugasöguna voru sumir að segja þau kveikt á og það er ennþá, þá var líka, hvað það var það var í svona október, nóvember eitthvað, ég veit ekki svart úti, skilur þetta er aðeins öðru í svona. Já, það er aðeins meira svona ljúft í loftinu, sko. Já, bjartara. Minni dimma úti og aðeins meira næsi. Næsi spicy. Yes. En já, það eru nokkrar núti sem fíla ekki þetta topic og það er bara þannig. Við getum ekki öll fíla allt, skilur. Nei, en við verðum að gefa draugasögu fansunum okkar að borða, sko. Það er nefnilega svoleið, sko. Og við verðum líka bara svala okkar eigin forvitni. Bara 100%. Af því að þetta er eitthvað sem við höfum áhuga á. Plús það að eftir hvern einasta svona þá springur inboxið. Já. Og það er svo leið, sko, trist okkur, við getum alveg verið heima og bara lesa þetta saman. En við vitum að þið vilja líka heyra hina sögurnar. Og líka gaman bara fyrir ykkur að fá að heyra ykkar sögur lesnar upp í tilboðinu hjá okkur. Nákvæmlega. Þannig að sorry þið sem fyrir þetta ekki. En þá líka ennþá leiðilegra fyrir þau er að þetta er draugasögu vika. I'm sorry guys. I'm so sorry. But I'm not sorry. Bara ein vika. Við lofum. Já. Svo er alveg svolítið í næsta. Það er nefnilega þannig. Af því að við erum ennþá, þú veist að þið erum margir búin að senda bara já, please, fáið miðil og það er ennþá eitthvað sem er með in the works. Og það er í vinslu. Það er í vinslu og það er ennþá miðil eftir að senda á okkur. Við erum að bíða eftir miðlinum, sko. Ég held að they come to you, sko. Ég held það, sko. Ef þeir eru miðlar. Já. If they're real. They know, sko. En áður við skellum okkur í þetta, þá ætlum við að minnast á bestu styrktaraðila Íslands. Í heimi. Já. Í heimi. Íslands í heimi. Laugar Spa Organic Skincare. Uppáhaldi mitt núna, ég ætla bara að nefndi oft nefndaður, saltskrúburinn. Já. Hann er með svo góðri olíu og þetta er svo næs, bæði svona til að preppa brúnkukrem og til þess að taka af brúnkukrem. Það er svo mikið game changer. Já, svona að bara setja á þurru svæðinu og skrúbbaði áður og setja á brúnkukrem að skrúbbaði með honum á þurru svæðunum að því að þetta gefur svona góðan raka út frá olíunni og líka til að taka af bara skrúbbaði alla og svo eða allan
og svo taka heitan þvottabaka og þá nærðu bara svona öllu af sem svona þegar þú svo með brúnkukrimsrútínuna þína þegar þú ert komin þú veist á þann stað að þú ert að skrúpa hana af kannski til þess að setja hann aftur á eða eitthvað skrúpar, þú veist, notar það saltskrúpin skrúpar alltaf af og setur á þér svo body lotion og svo já. Mér veist geggja að nota ég myndi ekki mæla með að setja beint á, ég myndi ekki nota body oilíuna, frekar bara krem. Já, þú ert að setja brúnkremi beint eftir, já. En ef þú ætlar að gera næsta dag? Þá myndi setja olíu, allan daginn. Já, ekki? Já. Af því að ef þú setur olíu beint, þá gæti það svona mynda bara svona smá svona paste, skilur. Já. Af því að olían alveg lengur að svona sökka inn í húðina. Heldur body lotion, já. En samt finnst mér ekki skrúpurinn mjög getur alveg sett beint eftir hans sko. Já. En ekki setja olíu beint eftir aftur á af því þú ert alveg með góðan raka eftir olíuna í skrúpnum beint eftir á finnst mér geggja þannig að það svona þitt myndir segja það svona líkladrið þinni brúnkukremsrútínu eða góðan skrúp já, 100% besti skrúpurinn líka já, það er líka bara eitthvað svo þægilegt að þú veist líka þú veist að skrúpa eitthvað en ég veit ekki, mann finnst maður alltaf ný manneski að maður búin að skrúpa sig. Maður bara hreinast á manneski heimi. Já, bara svo hreinn eitthvað. Já, svo næs sko. Ég veit ekki hvað það er eitthvað svona, já. Maður líður svo ógeðslega svona wholesome, maður svona, ég skrúpaði bara allt, ég skrúpaði mér svo bara rasskinnina á mér, skilju. Já, bara, maður líður svo vel. Það var ekki ein dauð húðfruma á mér, sko. Á mér, nei. Svo gott. So very good. So nice. Annað sem mjög gott. Tipposrefur. Já, ísbúðu uppi. Ef við værum að fara að fá hrísu eftir og þú mættir ekki fáið bræðref ok, hvað myndi ég fá með þér? Já. Shake. Já, það ekki. Súkkulaði shake. Ég gleymi alltaf að þú sett súkkulaði mannskja. Ég gleymi bara að þú sett jarðabæra. Hver er jarðabæra mannskja? Nei, svo er hægt að fá banana. Mist það weird líka. Ég var endur alveg til að pröfa. Já. Kannski banana og súkkulaði bland saman. Vó, ég var hugsa banana og jarðabæra. Úi. Vist þitt er ói. Ok, við verðum að pröfa og smakka hvort betra. Já, banana, súkkulaði, banana og jarðabæra. Já. Þannig að við förum í hýsbúð huppu eftir og gerum þetta. Ok. Og blöndum saman sveitaísnum og huppuísnum. Já, það við Ég þarf að tjekka í shake líka, sko. Já, það er svona smá creamy, sko. Smá creamy, sko. Shake má ekki vera eitthvað svona vass, eða þú veist. Nei. Hann þarf vel að vera svona rjóma. Hann er svo geggjaður með huppuísnum, sko. Kæmur alltaf. En ég væri til að pröfa núna að blanda. Það er með alltaf heilanum, sko. Já, það er alveg svolítið skemmtilegt. Skemmtileg pæling, sko. Ok, ertu ready í þetta? Jep. Herru, bara svo vitið að þá höfum við ekki fengið neitt uppdata sem putta. Andskotin hafið það, sko. Nei, í alvörinni. Þetta alveg bara handar mig, sko. Já. Og alla. Það er sem margir búin að senda á okkur bara, hvað hafðum puttan? Já. En við sendum aldrei á hana tilbaka, sko. Já, það er málið. Kannski senda á hana núna? Ég senda á hana núna? Já. Því að hún hlýtur að vera búin að hlusta. Já, en þú veist, hvað á ég að senda? Kannski líður henni illa. Þegar við vorum eitthvað, at the criminal case. Ég langar bara að vita meir. Við líka. En fyrst. Svo er hún kannski bara í investigation right now, já, sko. Já, þú veist, ég var að láta vera það. Já, ok. Við skulum ekki vera fiktísi. I'm sorry. Já. Við þurfum bara að fylla í eðunar. Já. En svo var, þú ert náttúrulega með svolítið enn í símanum. Já, það var nefnilega úr sögunni þar sem að það var svona sleep recorder í gangi. Svona app. Já. Og þær heyrðu að það var eitthvað sem dró fótinn eftir jörðinni, opnaði skúffuna og þannig. Og var að leita eitthvað svona skrifborðir. Já. Og mér myndi, var ekki skrifborðskúffuna líka læst eða eitthvað? Það var eitthvað. Það var alveg mjög skrítið. Ok. En við vorum að hvetja til þess að senda okkur upptökuna og þær gerði það. Hún sendi hei, er upptækan úr sleep recorder sögunni. Shit. Okkur finnst mjög gaman að hlusta á ykkur og lesa sögunni ykkar og erum við kastið upp yfirbröðum ykkar. Á myndbandinu heyrist 1. Einhver eða eitthvað kemur inn eins og sé eitthvað verið að draga fótanum sína með frá gólfinu. 2. Svo heyrist eins og það sé verið að opna skúffuna á skrifborðinu. 3. Svo tala frænka mín í svefni og segir æ nei. 4. Svo er eins og eitthvað rekist í eitthvað hlut á skrifborðinu. Og er myndband og ég ætla að reyna að spila það, ég vona að þetta heyrist. Okay, við erum ekki búin að spila það sjálfa, Nei, við erum ekki búin að spila það. Við vorum að opna það núna. Við vorum að opna það núna.
það augljóslega hvað í gangi inn í þessu herbyggi, sko. Ég byggla gæsa. Ég líka, sko. Hvað byrjaði tólast? Ég líka. Almáttur. God! Sér þetta? Já. Okay. Þetta ekki herbyggi þar sem allir eru bara sofandi og ekkert að gerast inn í, sko. Nei, það bara alltaf fréttað niður. Já, það alltaf ske. Ég myndi líka, þær eru með þessi sleep recorder og þarna byrjar að taka hljóð. Það heyrist örugglega bara ekkert allan tíman, skilur, svo kemur þetta. Já, það heyrist alltaf svona suð bara svona, af því að þú veist, eins og ég sagði, ég hef downloadað svona appi og þú veist, það heyrist alltaf svona smá svona suð, skilur, af því að þau eru að reyna bara að magnifæja öll hljóð svo mikið ef þú skildi vera að tala eða eitthvað þannig. En þarna heyrið alveg, þú veist, umgang. Inn í herbygginu. Inn í herbygginu. Og hún segir, nei, this is scary, sko. Új, hvað þetta óþægilegt. Já. Új, hvað, ég held að ég myndi ekki meika að vera með svona sleep record dæmi, sko. Nei, ég myndir ekki þóra að tjekka þú veist að eitthvað gesti eða eitthvað þannig. Ok, sko. Ég held ekki. Líka því að, þú veist, allavega appi sem að ég var með, það sýnir, þú veist, bara þegar það heyrðist hljóð. Þannig að þú þarft ekki að hlusta alla nóttina. Já, það bara sýnir. Hérna var eitthvað að ske. Það pottur hjá öllum. Já, ég örgulega. Það er skrítið að þurfa að hlusta alla nóttina. Já, trú. Það er bara komið nótt aftur þegar það var búin. Herru, ok. Ég er bara síðan með e-mail okkur opið. Já, það er nóg komið inn þarna síðan senast. Já, það er bara nóg komið inn. Love it, sko. Og svo líka stundum er ég kannski eitthvað svona inn á Tebús Instagraminu, bara eitthvað heima, sé ég fá mig skilaboð og ég er helt svona, nei, fuck. Eitthvað vil ekki lista strax en vil samt ekki sína eitthvað, Samanlega. Við erum ekki að sína ykkur ef við sýnum ykkur, við erum að geyma það eða lesa það í þætti. Já. Á ekki bara að byrja á fyrstu sem ég sé hérna. Gerða. Hæ, stelpur, langar bara að hrósa ykkur fyrir æðislegan þátt, býð alltaf spennt eftir næsta þætti. Ég veist það. Mér langar líka að deila með ykkur minni reynslu á draugum, en þegar ég var lítil þar svaf ég ekki vel sem unga barn og það var ekkert að mér og ég var 100% heilbrigð. En ég átti bara erfitt með svefn og var næstum ómögulegt til að fá mig til að sofna. Þegar ég var orðin 2-3 ára og farin að geta tjá mig aðeins, þá sagði ég alltaf á hverju kvöldi við mömmu og pappa þegar þau voru að setja mig upp í að ég vildi ekki fara að sofa því að vondikallinn ætlaði að taka mig. Get ekki svona, Ég sagði þeim að það væri maður sem stæði í horninu og sem sagðist alltaf að taka mig og kom hægt og rólega nær og nær þangað til ég byrja að öskugrenja og þú veist, mamma eða pabbi kæmu inn til mín. Þetta var svona í allavega ár þangað til pabbi keypti eitthvað svona kross og hendi fyrir ofan rúmið mitt og þá hætti ég alveg að tala hann. What? Wow. Eftir það fluttum við síðan í aðra íbúð og pabbi minn vann á sjó og mamma var alltaf með mér og ef við fórum út og komum heim þá spurði ég mömmu alltaf hvort að gamla konan mætti koma með okkur inn heima og mamma sagði bara, já. Ég var bara, nei. Nei, hún á ekki að vera hér, burt. Oft að mamma gera eitthvað og ég var að leika mér, svo heyrði ég að hún var að tala við eitthvað og fylgdist með mér. Og ég sat bara á gólfinu og var að tala við eitthvað út í hotni á ganginu með inn í herbyggi. Og þegar mamma spurði hvernig ég var að tala við, þá sagði ég alltaf bara gömlu konuna sem var heima hérna. Oh my god. Oft líka þegar ég byrja að labba ágætlega vel, hún labba ágætlega vel sjálf, þá labba hún íbúðuna eins og var að leiða eitthvað. Nei, það geta það ekki. Með árunum minnka þetta, en ég hef alltaf verið mjög næm fyrir að finna fyrir ef það er eitthvað, en sé ekki fólk en skýrt og ég sá sem krakki. En ég sé oft eitthvað svona utan við mig, eða svona eins og þegar verið að tala þú veist, já. Eins svona, þú veist, hún kannski er að tala, eins og ég set á móti þér og þú getur séð eitthvað svona að gerast í hotninu. Já, þið finnur að sé eitthvað svona hérna, hinum megin við þig. En og þetta er svo mikið svona með börn. Já. Getur börn hætti að vera svona creepy? Þau eru bara svo opin. Það er ekki búið að loka þeim eins og búið að loka flestum. Já, eða bara þú veist mitt. Er þetta eitthvað búið að loka mér og þér? Eða eru við ekki bara búin að lokast? Nei, sko, þú veist, þegar við, eins og ég veit ekki hvort við tala þetta áður hér, þú veist, við fæðumst opin. Já. 100% opin. Og svo fyrir við í skóla og fyrir að læra allt og þú veist, að kenda okkur hvað er ekki og hvað er þetta, skilur, þá bara þrengist við, skilur. Já, þá bara lokum við. Já, og þá sjáum við ekki svona meira svona í kringum okkur, umfram okkur, þá sjáum við bara beint áfram meira svona kassalaga. Og líka, við fáum þessa raunsæishugsun,
Já, það bara alltaf rökhugsa allt. Já, þannig að það heyrist eitthvað hljóð þá þetta var úti. Já. Þetta var þetta. Þetta var rafmagn, þetta var þetta. En svo til fólk sem þarf að láta í alveg fara og í alveg láta að loka fyrir. Já, það náttúrulega ekki allir sem að lokast á sama hátt, skilur. Eins og við. Já, nákvæmlega. Og svo bara miðlar. Einmitt. Bara fullt af fólki, segja það ekki. Nákvæmlega. Ok, að taka næstu. Subjectið á þessum posti er sleep paralysis og draugur. Það er ekki gott kombo, sko. Ertu eitthvað búin að landa aftur í sleep paralysis? Ekki paralysis, nei. Ekki síðan blöðruna. Nei, heldur ekki. Ég bara landi í ógeðslega oft undanfarna vikur bara að vakna og ég hef ekki glóru. Það gerist í nótt með þessu. Ég hef ekki hugmynd hvar ég er. Ekki hugmynd. Vaknar bara miðanótt eða morgun? Miðanótt. Og er bara, hvar er ég? Já, ég var að lenda í þessu nótt. Ég var að gleyma þessu. Úi. Oh my god. Vá, greið pensi. Já. Að ég var 100% vakandi. Ég er bara, hvar í fokkanum erum við? Bara, hvar erum við? Ég er alltaf bara ógeðslega confused. Og þetta heitir, ég var að googla þetta daginn að ég vaknaði bara, við þetta bara 3 kvöldi í röð, ég var bara, ok, þetta er komin gott. Þetta heitir eitthvað svona confusional arousal, svo þetta er alveg sleeping disorder, en ég hef aldrei upplifað þetta svona oft eins og núna. Svo ég hef alveg upplifað þetta nokkru sinnum kannski í fortíðinni, skilur, ég var yngri. Já. En ég er að lenda í þessu alltof oft núna, sko. En er þetta eitthvað svona að því þú veist, finnst þetta að gerast meiri nætunar sem þú ert bara sjúklega þreytt? Hvað ég meina? Það er samt ekki, nei. Því veit, þú varst mjög þreytt, þú fórst að sofa í gærkvöldi. Já, 100%. En samt ekki, sko. Nei. Þetta er bara að gerast mjög basic bara. Já. En það er kannski að gerast þegar ég er að svona flakka á milli, skilur. Þegar gist það á mér að gist það á bensa. Já, mikið að skipta svona hvar þú varst að sofa. Samt ekki að vakna heima á mér er svo skrítið að þú veist ekkert. Og þú veist, ég horfi á herbergið mitt og ég er bara svona ég veit ekkert hvað ég er, sko. Og það tekur alveg nokkur sekundur að fatta. Já, og það er bara svona, já, okay. Ég er hér, já. Þú veist, ég lendi í þessu svona, þegar ég verið kannski að gist í sumarbústöðum, þá lendi maður stundum í þessum og svona vaknar og svona, já, ég er í sumarbústað. Já, ég var í viku í sumarbústaðan daginn, lendi ekki einu sinni í þessu þar. Nei, mitt. Nei, ég skil tilfinninguna, en óþægilegt að gerast heima hjá manni. Það er það versta, sko, þess vegna er ég svona ógeðslega triggered af þessu. Já, ég trúi. Af því að maður er bara af hverju ég lendi þessu heima að mér? Ég er búin að gista inn á miljónsinnum, skilur, eða þú veist, meikar engan sens. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Nei. Eitthvað að rannsaka svefninn minn. Já. Ég sann sef, ég fer að sofa mjög snemma og ég næ alltaf 8 tíma svefn og já, og vakna snemma. Já. Þú veist, það er ekkert að svefnrútínu minni. Nei. Per se, sko, þannig að þetta er eitthvað voða skrítið. En þetta er eitthvað disorder. Já, eitthvað. Já. Það þarf að fara til svefnlæknis eða eitthvað, sko, ég veit ekki hver gangi. Lækna miðils? Já. Getur tjekkað því? Nei, það er enginn draugur, skilur. Nei, en hann er samt læknamiðill. Já. Ég veit ekki. Segum til. Ok, ég ætla að lesa hjá þessari. Já. Hún segir, ég er með smá. Ég er ekki viss hvort að þetta sé ég að heyra eitthvað vitlaus, en eða það er draugur heima á mér. Ég sérst bý í 2 hæða íbúð og herbergið mitt er á annarri hæð og ég hef alltaf fundið eins og að væri eitthvað offið efri hæðina. By the way, ef ég finn eitthvað væp þá hef ég næstum alltaf rétt fyrir mér með væpið. Svona þannig típa. Já, veist, ég tengi alveg pínu við það, skilur. Maður svona finnur inn í íbúð ef það er góður andi eða vondur andi. Svona. Eða sé bara Gunni eða ég, skilur. Eða, þú veist, ef ég myndi vera að koma heim, þú myndi fatta svona væpið. Þú finnur hvað manneski er að koma. Og þegar maður veit ekki þá er maður svona, what? Já. En hún segir oft meðanótt þegar ég er 100% viss að allir sé sofandi. Fóldrarnar eru sérst niðri og koma næstum við aldrei upp og ég og systkini mitt eru uppi. Þá heyri ég að það er eitthvað að labba fram og fer alltaf til hurðina mína og síðan fer í burtu. En ég verð ekki hrædd. Líka einu sinni þegar ég var að koma heim var ég nýbúin að opna hurðina og maður sér baðherbergishurðina strax. Sérst, þegar hún labbar inn þá sérðu greinlega baðherbergishurðina. Og ég ándi að sá hurðina að baðherberginu hreyfast og það var enginn búin að vera heima í nokkra tíma. Þegar ég sá þetta, þá læsti ég aftur útidyrhurðinni og bókstaflega hljóp til bestu vinkonu minnar.
og við fórum og gáðum og það var engin annað og þetta var í fyrsta og síðasta skipti sem ég fann eitthvað niðri en ég finn alltaf eitthvað uppi og ef ég er ein heima þá vil ég ekki vera uppi. What? Síðan er ég frekar vissum að þetta sé sleep paralysis en ég vaknaði einu sinni miðjanótt og gat ekki hreyft mig og rúmið mitt var á miðjum miðjum vegginum, skilur. Ég gat ekki hreyft mig og ég gat ekki blikkað og ég fann bara mjög sterkt væp að ég væri ekki ein í herberginu mínu og það væri eitthvað liggjandi við rúmið hennar og síðan byrjaði rúmið hennar að hristast svo mikið að ég var bara það er eitthvað í herberginu mínu og ég er að fara að deyja. Alltaf var ég aðskildi. Og ég hef áður byrjað að titra í rúminu mínu og það titraðist aldrei. Og ég held að ég sá einhver en ég er ekki viss og oft þegar ég er að sofna finn ég mjög sterka tilfinningu að það sé eitthvað að stara á mig og er basically ofan á mér. Ó nei. Ég verð það hrædd þá að ég hreyfi mig ekki og býð bara þangað til að ég sofna og þegar ég finn eitthvað væp mjög sterkt þá er alltaf handviss sem ég hef rétt fyrir mér. Ég hef sagt mömmu minni þetta og hún trúir mér ekki. Það er svo vond. Það er svo vond. Þannig að við erum hérna, Já, við trúum þér. Við trúum þér 100%. En hún sem fylgdi þessum pósti. Ef það líður þess að sé ykkur hérna, það er ykkur hérna. Það er það langlíklegast. Það er þannig. Já. Hún sagði síðan, sorry, ég glemdi að segja að fyrir 2 eða 3 árum þá stó amma mín og stundum þegar ég er út að labba og finn ég lyktina af henni. Og systkini hennar búa ekki nálægt henni. Þau lyktu allavega eins. Og ég elska öll systkinin lykta eins. Og með drauginn þá eini tíminn sem ég finn að ég er ekki ein er þegar ég er fram með inn á baði og eini tíminn þegar ég finn að ég er ekki ein í herberginu mínu að þá er það þegar ég er að fara að sofa. Og en þess að drífa mig eins mikið við get fram kvöldin eða ein heima. Já, en líður ekki eins og hún sé með ykkur þegar hún er í herbergi? Nei, einu skiptin sem þetta gerist inn í herberginu hennar segir hún að þegar hún er sofandi. En þegar hún er ein heima þá er það bara efri hæðin. Já. Það sem hún og systkini hennar. Hún sagði þess að það leið vel, skilja, hún var ekki hrædd. Hún var ekki hrædd við drauginn, já. Ok, alltaf þessi amminn var að kíkja á hana. Það getur alltaf verið. Það kíkja alltaf á hana fyrir svefn líka. Já, en það er eins og þetta sleep paralysis, skilur. Það er eitthvað allt annað, sko. Já, það er eins og það sé eitthvað allt annað, sko. Já. Það er ekki þessi andi sem hún er að finna fyrir. Þú ert hræddur við sleep paralysis, sko. Já. Yfirleitt. En hún lýsi því líka með þannig. Já. Og það var bara að kapna. Það situr ykkur ón á henni og þannig. Það er örugglega versta sleep paralysis er þegar veran er komin alveg ofan á þig, sko. Já. Almáttugur. Líka hún sagði, mér líður stundum eins og því ég er að sofna á kvöldinu sem eitthvað sé að stara á mig. Og maður. Það er svo vond, sko. Ég mæli með að fá þess svefngrímu. Já, andjóks. Eða pröfa að breyta herbygginu, uppsetningunni. Já. Því kannski er það svona að koma þetta væp frá hurðinni. Heldur maður myndi finna að vinna ef rúmið væri hinum einn. Já, ef þú sérði ekki beint öxin, hurðina, skilur. Ég veit ekki hvernig herbyggi snýr, en sé það fyrir mér. Já. Það myndi bara snúa við einhvern veginn. Já, nákvæmlega. Breyta bara svona, það myndi kannski að lenda í svona confusion. Já, bara hvað er ég? Já. Já, það geta alveg verið, sko. En mér langar að vita, ef einhver lendir í þessu að vita ekkert hvað þeir eru, við endilega senda á okkur tilboðið. Já, endilega. Og hvort þeir viti eitthvað þetta maður. Ég verð að vita, I need answers, sko. Já, andjóks, mér langar svo bara drauma viðtal að taka viðtal við hann Matthew Walker sem hann slíp. Já. Hann er svona bara ráðgjaf, hann er sérfræðingur, basically, já. Það er örugglega bara eitt uppáhaldspodcastinu mitt er hjá honum og Joe Rogan. Why We Sleep. Já, bókin geggjuð. Já, einmitt. Ég mæli með henni, sko, þú veist, líka bara, já, mæli með henni. Það er svona ekki draugabók. Nei, það er bara að vera að tala um svefn, sko, mikilvæg svefn. Og hvað svefn getur fokkað haustmaður. Þú veist, viljum hann alveg, let's note benni. Pældi, hvað hann getur fokkað mikið haustmaður? Já. Hann getur fokkað mikið, sko. Já. Hann getur fokkað mikið. Fokkað mikið. Ég skildi, sko. Ég skil ekki drauma. Bara, hvað er að gerast? Nei, ég skil ekki neitt, sko. Nei. Herru, það er einn stór póstur. Ok, ready, sko. En pósturinn heitir Miðilsaga.
Oh my god. Já, en hún byrjar pínu weird sko, hún segir hæstelböður, elsku podcasti, var mikill fan af TV-vikunar að byrtu. Ég elska ekki var. Þú ert alltaf farin í pásu. Nei, þetta var fyrir það. Nei, hún segir var mikill fan af TV-vikunar að byrtu. Já, kannski byrjar hún að hlusta út af því. Já, hún sagði þannig var svo kátt þegar byrjum við tepaði. Já, byrja það. Ég er að grínast. Bara aðeins. En ok, eftir að þetta. Ég kann að segja þetta bara alveg, líka við erum að frumlesa allt hérna, því við viljum að þið, þú veist, eins og þið vitið þegar við lásum puttasöguna, það hefði ekki verið skemmtilegt hefur við verið að lesa það í fjórðaskipti. Þið ekki fengið alveg viðbröðun okkar, sko. Þannig að maður getur hiksta smá. Já, 100%. Ok, en hún segir, ég man ekki alveg hvernig eða hvað leiddi af því, en 2012 þá fór ég til miðils og ég held ég hafi ekki sagt pabba eða systkini mínum það áður. Ok. Mamma mín dó þegar ég var 14 ára eða árið 2008 og ég hef alltaf vantað svona aðeins að tala við hana en ég held þessi tilfinning sem að hverfur aldrei. Ég ákvað þess að fara til miðils og eins og segi þá man ég af hverju eða hvernig en ég taldi hann hafa svörin fyrir mig en ég vissi samt ekkert hvað svör mig vantaði. Og ég get ímyndað mér að líða svona. Já, þetta er örugglega ömurlegt. Já, en þú veist að vilja bara fá í rauninni eitthvað þegar sama hvað það er. Nákvæmlega. Og veistu ekki hvað, bara geðu mér eitthvað. Bara eitthvað, já. Algjörlega. Einhver sagði mér að þeir googli mann áður. Þannig ég sagði bara fyrrnafni mitt og notaði ekki síma minn til að bóka tíman. Új, það er ekki að segja bara fake nafn. En maður á ekki, þú veist, þú átt ekki að vera hæ, þetta er Sunneva Eir eins og Já, nákvæmlega. þú átt ekki að gefa upp og mikið því að þá mitt er hægt að hann vel gert, ok, ég spennt að sjá hvað hann segir. En maðurinn sem ég fór til var mjög þægilegur og ég upplifði ekki eins og hann væri að plata mig. Ég vissi ekkit hvernig þetta myndi fara fram þannig ég var svona smá stressuð. Hann tók allt upp þannig ég á geisladisk með samtalun okkar. Geisladisk? Love it. Sem ég fekk sem sagt eftir tíman. Hann sagði að væri svo margir í sjokki með þessu stendur þannig að það er gott að geta hlusta aftur. En ég er samt bara einu sinni hlusta á þetta aftur. Ég ætla bara að skjóta inn í. Mamma til dæmis, hún var ofta að fara til miðils og var yngri og svona. Hún á bara kassettu. Oh my god. Af svona eða hvort hún var hjá spákonu. Eitthvað. Og hún á svona kassettu bara, þú veist, þar sem hún gæti hlustað. Vá hvað það er áhugavert. Já, og þar hún leiði mér að heyra þetta, það er svolítið síðan leiði mér að heyra þetta og þá myndi farið onni í, þú veist, all 3 börnin hennar og hvað hún heldur veist, eitthvað svona og hún segir mér já, yngsti strákurinn verður alltaf bara svona mér aldrei fara langt í burt frá mömmu sinni, mjög mömmu kæru og svona stemmir að gaman hlusta á þetta setna. What? Mástu hvað að segja um þig? Nei, man ekki neitt, sko. Við erum að hlusta á þetta. Já, ég þarf að byrja mömmu að finna þetta. En þannig að ég skil að hún fekk geisladiska því að þetta er nákvæmlega þannig, þú ert örugglega svo miklu sjokki að þú gleymir öllu. Já. Ok. Mér minnir að hann hafi spurt mig hvernig ég vildi tala við og áður en ég svara þá segir hann mamma einar þetta. Oh my god. Og hún er búin að vera að bíða eftir að þú komir. Hann sagði mér hluti sem ég hef bara hugsað eftir að mamma dó og meðan var lasin og sérst með krabba minn. Og hann var með lokuð augun en segir eins og þú hann var með lokuð augun en segir eins og þú heldur núna hendina þér þannig leiddur hana þegar hún var ekki vakandi og þegar hún var farin. Ég aldrei pælt í þessu og hvernig ætti hann að vita eitthvað sem var svona stund sem bara við 2 einar áttum en þetta var bara 100% rétt hjá honum allt sem hann sagði. Oh my god. Hann er eldri maður örugglega yfir 70 og hann segir við mig að ég sé bara endalausa varaliti. Hvað þýðir það? Og ég segist að læra snirtifræði. Og hann segir, nei, það er ekki það. Og alltaf hann að tengja varalitana við eitthvað. Og mamma er alltaf að íta varalitinum að honum. Hann vissi alltaf hvað snirtifræði var. En ég hafði alltaf tengt það við snirtifræðina. Þangað til 2018. Því ég fæ draumavinnuna mína tengt stóru snirtifræðumerki sem er mjög þekkt fyrir varaliti og eru varalitir oft í logo og auglýsingum hjá merkinu. What? Ég tel að mamma mín hafi verið að segja mér framtíðina og ég upplifði mig svo réttum stað og tel að hún hafi ítt mér hingað. Oh my god. Vá, hvað finnst það merkilegt? Þetta er magnað. Já. Svo var ég í vinnunni einn daginn og kona sem ég vinn mjög sjaldan með og þekki mjög lítið. Hún kemur frá annarri heildsölu
hún kemur upp á mér og segir, ég vil ekki hræða þig, en er mamma henni ekki dáin? Og ég segi, jú, bara mjög hissa. Já, mamma henni að tala við mig og hún segir að allt verði í lagi. Ég náttúrulega í sjokki, en ég var í málaferli með bílslys og var mjög stressuð hvernig niðurstaðan frá lækninum yrði farandi meiðsli og bætur. Þetta ekkert sem þessi kona vissi eða ætti að geta vitað. Og hún segir svo við mig að ég ætti ekki vera hrædd að keyra því að mamma situr alltaf í farþegarsætinu og að passa upp á þig. Oh my god. Hún segir mér svo hún sé miðill og fær bara svona skilaboð þegar hún nálægt fólki. Ég mikið áhuga svona, þannig að við ræddum það síðan mikið og síðan góða vinkonur í dag. Eftir þetta ég ekki stressað að keyra því ég ándjóks upplifi eins og sé alltaf eitthvað með mér í bílnum og samkvæmt henni, þá það mamma. Oh my god. Vá! Þetta ógeðslega falleg saga. Já! Og mér líka bara eitthvað svo ógeðslega grútlegt eitthvað, þetta var 70 maður og hann bara, nei, hvað var litir þetta? Hún eitthvað svona, vissi ekki alveg hvað snirtifræði var. Mér langar að fara til þeirra beggja. Já, og svo líka bara hún hafi verið í vinnunni og kemur önnur kona frá annari heilsulega bara hvað heyrðu hérna bara upp úr þurru. Það eru vinkonur núna út af þessu. Já. Það er svo cute. En þú sér það, mamma henni er aldrei langt í burtu frá þér, sko. Nei, 100% ekki. Greinilega ekki, sko. Þú ert bara búin að doppul, þú veist, fá það staðfest frá 2 miðlum. Hver er líkunar að þú hittir bara miðil bara á heildsölu, skilur? Ég bara held að þeir séu alveg í kringum okkur, sko. Tell us. Sá hvað, TikTok. Það var ein kona, hérna, hún bara fór svona, hvað heitir, svona pedicure, þú veist, Tásu. svona tásudikur. Tásudikur. Já. Á hverju stofu. Og hún satt það bara og það var bara eitthvað konu á hlinu hann bara eitthvað svona, sem sagði mér svona bara eitthvað svona, þetta er bandarækjunum. Var bara eitthvað, mamma henn er fallin frá það ekki. Bara eitthvað ókunni konu. Hún bara eitthvað, jú. Og svo fór hún bara að segja eitthvað svona hluti. Oh my god. Ég myndi ég væri bara tell me more þó þessum mannski var bara að bylla skil ég var bara þannig ég skil alveg að þessi vinkonur í dag já en þetta er ógeðslega fallið miðla að saga já, rosalega þetta er ekki skeri nei, þetta er ekki skeri þetta er allavega mingar okkar hræðslu miðla líka þau verðum svo hrættar að fara já, það er bara því að þú veist við kannski erum ekki að kreifa svör frá einhver sem er fallin frá já, þú veist, að skilur svona einhvern veginn og ég aldrei, að þú veist, já ég veit ekki alveg, nei, við veitum ekkert hvað myndi gerast nei, við erum meira hrættar svona með sko spádóminn já, en þarna var spádómur sem að var svona meira tákt skilur sem var mjög jákvætt já, mjög það er svona, já en vá hvað mér líður alltaf eins og það sé ykkur í bílnum mínum þegar ég er að keyra já, en ekki á jákvæðan nei og ég segi ekki alltaf, en mjög oft sko lendi daginn og mannstu eftir því en að alltaf rífast eitthvað upp fyrir já, mér það tala með bílbelt nei, nei og ég var ekki búin að segja bílbeltsöguna ég held að ekki sem hann, það var svo langt síðan en ég var þú veist, mannstu þegar við vorum yngri og þegar maður var að keyra fram hjá Rauðavatni já það slítir alltaf sambandið þegar ég er í símanum að tala við einhvern síman sem maður á ekki að gera bæði já, en bara handfrálst en hérna ég ekki lendi í þessi mörg ár fyrir en daginn þá var ég að keyra hana og ég var að tala með hann síman og það bara slitnaði akkurat þar nákvæmlega sama, það er alltaf sami spotturinn þú ert alltaf komin svona að þú ert eiginlega verða hálfnaður með vatnið nei, þetta er alveg að fyrir að því hvort mig er að koma já, ok, ég er hugsað ef ég væri að keyra þú veist, til þín frá hérna frá bænum já, nei, það er alveg byrjun sko á vatninu já, þar en þú samt byrjar að keyra frá mig vatninu já, aðeins og það er alltaf þar og þú veist, ef það kemur hér áttunni þá er þetta alveg svona í endan já það er svona, og það kemur smá spotti eftir að vatninu bara alltaf samstæðar ég er ekki búin að lenda í þessu svo lengi sko nei, þetta Rauðavatn er alveg bara fálega creepy sko. já, mjög það er það sko já, það er einu hana langloka smá langloka sko hún segi ég er að elska þessa draugasögu þetta takk thanks og ég er með eina sögu sem er kannski ekki beint draugasaga en ógeðslega creepy og ég er ennþá að jafna mig ok, við skulum hjálpa þér það er gott að vita smá background upplýsingar húsi sem ég bý áður en ég byrja söguna en ég bý sem sagt í stóru umbýlshúsi sem er á 3 hæðum og var byggt ár 1909 eða eitthvað þannig
Þannig að þetta mjög gamalt hús. Fjölskyldan sem bjó hérna fyrst var risastór og það var 3 manneskjur dáið í húsinu í þessari fjölskyldu. Já, þannig að af hverju það flytja hann inn. Það skulle bara byrja þar. Er fastagna verið ekki bara eitthvað dropping ef að mannska deyr? Það hlýtur að vera. Ég held að þeir þurfi að segja þér ef eitthvað deyr í íbúðinni, sko. Ég held það, sko. Það sem veit það örgulega. En ef þetta er dánarbú? Það þýðir ekki að þessi deyja þar, eða? Nei, en ég held, sko, eins og með... Ég held að það sé engir afslutur á því, sko. Nei, ég held nefnilega ekki. Nei. En ég held að ef það er sjálfsmorð eða eitthvað þannig... Eða morð eða eitthvað. Já, þá þurfur að taka það fram. Ég held það. Alltaf þannig í Bandaríkjunum í bíómyndunum. Já, við búum í bíómynd. Já. En við höfum alveg fundið fyrir draugagangi í húsinu, en þessi saga er samt svona það sem honta mig mest, því að hún er valla draugatengt. Or is it? Oh my. Ok, ég elskar svona, hún setur svona svið. Svona build up. Já. Ok, sem sagt ég, litla systir mín og eldri bróðir minn vorum ein heima því að mamma og pabbi fóru upp í bústað. Litla systir mín, sem er í dag 15 ára en var 11 ára þegar þessi saga gerist, er ein í herbyggja á efstu hæðinni og ég og bróðir minn erum á neðstu hæðinni. Muni, þetta eru 3 hæðir. Kannski gott fyrir ykkur að vita líka að litla systir mín er alveg gjörn að tala mikið í svefni og jafnvel labba í svefni. Ok. Það er svo creepy. Klukkan cirka 3 nóttina. Hvað þurfti klukkan að vera 3? Fuck. It's devil o'clock. Já, ok. Klukkan cirka 3 nóttina vakna ég því að píanóið á annarri hæð var að spilast. Ég getur mjög rugglu í svefni og það tók mér alveg smá tíma að vakna og fatta að þetta væri ángríns að gerast. Og ég bara stað, what the hell? Þess að þetta væri ekki draumur. Og ég verð strax skítrædd og þora ekkert fram, en ég var svo forvitin, þannig ég fór fram og brá ekkert smá mikið því að bróður minn stóð fram á gangi skítræddur líka og var bara bókstaflega frosinn. Við störðum bara á hvort annað og vorum alveg frosinn. Það leið alveg svona góð 1 mínúta, hætti ég hvíslaði bara, hvað fokkan var í gangi? Og hann starði bara á mig. Þegar þetta sjá the fear in his eyes. Oh my god. Allavega, svo sagði ég, nefnir bara plís að fara upp og tjekka hvað fokkanum er í gangi. Og hann sagði, þú kemur mér ekki, séns að ég sé að fara einn. Og sko fyrir enn betri upplýsingar er bróður minn mjög hugrakkur gaur og non-believer, þannig að það er eiginlega fyrsta skipti sem ég hef séð hann svona skítræddan. Vá, hvað er gott samt á hann. Já, pínu gott á hann, en samt svona það er meira hræðilegt. Það er meira, þú veist, ef að Gunni verður reykt hræddur, þá er ég bara átt, sko. Mind you, píanóið er enn að spilast allan enn tíma. Oh my god. Við fórum saman upp sem tók sinn tíma því við vorum að læðast og vildum snúa við nokkru sinnum á leiðinni. Paldi, þetta er bara allan tíma að spilast. Já, þau eru bara að reyna að fara upp en þoraði ekki. Ég býð í steganum og hann fyrir einn því að ég var bara allt og hrædd. Hann fer að tjekka, svo heyri hann segja, oh my god, þetta grínast. Og ég stendi í steganum og ég bara, hvað? Og hann segja, þetta er fucking Lotta, sérst litla systir þeirra. Oh, what? Ég kem og þá er hann hætt að spila og er með opin augun og segir, hvað? Og við byrjum bara að tala við hann og spyrja, hvað fucking vorst að gera? Og hún svaraði ekkert þannig séð og hún sat bara hana. Bróð mér fyrir svo með hana upp til sín og aftur að sofa og ég fyrir bara niður til mín aftur að sofa. En sko, það sem fokkaði mér mest upp er að litla systir mín æfir á píanó en þetta var lag sem aldrei heyrt hann að spila. Það var líka svo ógeðslega óþægilegt að reyna að tala við hana og horfa í augun hennar því þetta bara var ekki hún. Oh my god. Ég veit ekki hvernig ég get lýst þessu en manneskja sem var að spila á píanóið var bara alls ekki litla systir mín. Maður sá það bara í augunum. Næsta dag sögðu við þetta og hún bara, ég man ekkert eftir þessu. Oh my god. Új. Hún kann ekki lagið. En sko... Gáttu ekki bara að spila gamla og eitthvað sem hún kann? Já. Oh my god, hvað creepy. Líka bara, þú veist, þau bara manns upp svo kom upp og svo bara svona, þú veist, pæli, þau voru það viss allan tíman. Það væri eitthvað vond. Já, líka, þetta væri... Var eitthvað öðruvísi. Já, þeim væri alveg strax mann detta hún í hug, hún er að æfa píanó og eitthvað þannig, en þú voru bara 100% bara, þetta er ekki hún. Já, þú voru bara hrætt, skilur, bara full on hrætt. Ói, aldrei verið með píanó heima hjá okkur. Nú er hrætt við píanó for life. Já, nú er ég hrætt við píanó, sko. Jesus Christ. Ég er alveg hrætt við píanó, nú, sko.
Oh my god. Ok, og það eru fleiri hérna. Það er hérna frá strák. Ok. Og og ég bara hvernig, ég er ekki að gera upp með milli kynna, en ég fíla eitthvað svo mikið þegar strákar segja svona, þegar mér finnst og þeir eru ofta svona, þeir tala minna svona, allan strákarnir í kringum mig. Mér líka. Það ekki? Jú, mjög mikið. Þannig að ég tek allt svo mikið mark á strákum. Ég er bara interested að heyra. Já. Kemur frá strákum og segi, hæ, ég hlusta stundum á þáttinu ykkar með kæristu minni og ég var að hlusta á Draugasögu þáttinn og ég vildi segja ykkur hverju ég lendi í. Ok. Í fyrra var ég með stelpu sem var skegg og það gekk alveg í fjölskyldun hennar. Og ég var alltaf að gista hjá henni í Reykjavík en svo fór ég til Ísafjarðar. Og ég var að fara að sofa klukkan svona 2:30 og mér fannst eitthvað vera með mér. Svo ég lít svona upp úr símanum og þá sé ég stelpu sem líkist skellunni í The Ring standandi í hurðinni minni. Ég blikkaði og hún var farin. Oh my god. Ég hringdi strax í kæristinn minn og sagði henni frá þessu. Þá segir hún, já, fyrrandi kæristi minn sá sömu stelpu standandi í hurðinni heima hjá sér, sem þýðir að stelpan elti mig til Ísafjarðar. Svo sagði hún að frá svona 2-3 er heimurinn á milli opinn. Já, það er það sem við erum búin að segja. Já. Og ég hef aldrei verið jafn hræddur. Svo seinna hættum við saman og ég hef ekki lent í neinu öðru. Ég trúði ekki á drauga, eftir þetta, þá trúi ég. Oh my god, þetta er sko my worst nightmare að sjá gellu eins og í Ring. Það er ekki til neitt ógislara. Það er tala ógislara creepy, sko. Það handaði mig því ég var lítil, sko, að ég átti heima í svo stóru, risastóru herbyggi með systur minni og það var þvottahúsið var svona, þú varst að labba gegnum herbyggi til að fara þangað. Já. Og ég var bara svona risa sjónvarp við hliðina á og alltaf, við vorum alltaf að horfa á Simpsoni eða eitthvað, vorum frá svo það var alltaf svona ég veist ég svona rugl sjónvarp, skilju og hún kemur, ringjalan kemur alltaf út úr því og ég var alltaf bara, sá alltaf svona skugga bara úr, af því það er svona þú veist, hvað heitir þetta, gluggi og hurð út inn í þvottahúsinu, þannig að það er mjög bjartar inni og mjög dimmt inn í herbygginu okkar en svo alltaf svona skugga að vera svona hreyfast inni og ég var bara þetta er ringjalan þannig ég get ímyndað mér hversu fucking hræddur á maður þegar hann sá þessa líka þú veist, að því að tengjum við ekki öll eitthvað svona verið símanum líta svo upp, skilur já, oh my god og það er ekki svoandi, skilur nei, hann er bara eitthvað í rúmi, skilur Ói, þetta er ekki einu sinni eitthvað svona og hringi líka kæristuna sína og hún er bara eitthvað, já, fyrrandi kæristmenn lendi í þessu líka og þannig þessi ringstelpa, litla stelpan hún er alltaf makana hennar einhvern veginn. Já, þú veist, það er eins og sé eitthvað tengt hennar. Já, en hún er ekki með honum þannig. Nei. Og líka, hún hefur greinilega ekki séð hana af því hún segir fyrrandi kærasti minni hefur séð hana. Einmitt. Ói. Og svo eru þau hætt saman og hann segir ég er ekkert múin að sjá hana aftur. Oh my god. Já. Þetta tengist henni. Þessi stelpa er svona kannski svona spúka alla mennina í byrtu frá henni. Oh my god. Það er ein hérna önnur á takana. Já. Sæladumur, ég vil byrja að þakka ykkur fyrir frábæra skemmtun, þeir eru æði. Takk, best. Ég var að klára nýjasta Draugasögu þáttinn og ég get ekki annað en senda ykkur mína spooky sögu. En ég sem sagt flutti í nýtt hús fyrir 3 árum og byrjaði strax að upplifa að ég væri ekki ein þar. Þegar ég var ein heima, þá hafði ég oftast kveikt ljós í öllum herbergjunum til að láta mig líða betur. Þetta er strax, ég ætla bara að skjóta henni. Ef þú flytur eitthvað þar inn, eða eitthvað svona, og þið finnst þess að þú þurfa alltaf að hafa kveikt, ég held að það sé mjög sterkt sæn. Eða líður ekki vel myrkri eitthvað. Já, þú veist, það er svona smá sæn, finnst það ekki? Jú. Það hljómar ekki vel. Bara svona, þú veist, einhvern veginn gátti þín að láta að vita. Já, þegar maður þarf svona að slökka og hlaupa upp í rúm. Já, og það er mjög slæmt sæn. Já, ok. En hérna, já, þegar ég var einum að þá hafði ég oftast kveikt ljósin í herbergjunum til að láta mig líða betur. Eitt kvöldi var ég upp í rúmi og ég fann fyrir einhverjum horfa á mig. Og það hefur alltaf verið sagt við mig og mömmu mína af miðlum að ég sé rosa næm. Svo þegar þessi andi birtist, þá gat ég strax gert grein fyrir honum. Það var ungur strákur, stóð fyrir framan skápinn minn og horfði á mig. Ég fann ekki slæma nærveru frá honum,
En þetta var samt sem áður mjög óþægilegt. Ég fór svo að tala við mömmu mína þetta og það kom skyndilega einhver svipur á hana. Hún sagði hjónin sem byggu hérna á undan misstu stráki sinn úr heilakrabbameini þegar hann var ungur. Æi. Þessi strákur var einmitt með sama herbyggi og ég í núna. Ég fór til miðils í kjölfarið til að biðja hana að segja honum að fara. Hún sagði hún fann vel fyrir honum, en hún sagði að var líka kona sem væri þarna. Hún sendi þau bæði burtu og ég hef ekki fundið fyrir stráknum síðan. Oh my god. Sko, talandi svona fasteignir og þannig, þú veist, þetta lítur rétt hér að, þú veist, að því að mamma hennar veit þetta. Þannig að ætli það hefði verið tekið fram. Já, 100%. Það maður fær alltaf yfirleitt kannski að vita eitthvað svona fólk sem býr hana, kannski í ykkur spjalli og eitthvað þannig. Já. Kannski kemur það upp. Já. En hann alltaf dóur og ekki hann inni, eða þú veist, maður veit ekki. Nei, en hann þetta svona heimili hans. Já. Og ég meina að það talað þú veist. Og þeir sitja sér í festi svona. Heima hjá sér. Já. Oh my god, sko. Þannig að þú veist, þú þarft ekki endilega að deyja inn í íbúðinni. Nei. Eða inn í húsinu til þess að húsið sé haunted, skilur. Nei. Ég held að það gerist í fæstum tilvikum, skilur. Einhver deyr inn í húsi, skilur. Það frekar svona upp á spítala eða eitthvað þannig. Já, bara eitthvað staðar og svo festist það í húsinu sínu. Hvað er það spítala sé haunted? Mér líður alltaf illa að ég fer á spítala, sko. Ég hata spítala. Þótt ég sé sko bara í andirinu. Já. Ég bara labba ekki að inni með actually þurfið það, sko. Já, ég bara, same. En það skiptir ekki máli Það er ekki margir sem er kannski bara að labba inn og chilla. Nei, en ég get ekki unnið þar. Nei, við alváttuður, Ég get ekki verið heilbrigðis starfsmaður. Nei. Af því ég fæ bara svona bara bad vibes, sko. Já. Geðveikt óþægilegt. Bara respekt á alla heilbrigðisstarfsmenn. 100%, sko. Fyrir utan allt það frábæra sem það gerir, en líka bara það að þið geti verið þarna. Já, bara with all the ghosts. Já, with all the ghosts. Ég var líka til í Við erum að fá ykkur svona sem eru að lendi í það spítala, svona spítaladur að segja. Mér langar líka bara, þú veist, það er eitt af mínum bara svona, mér langar að tala við þau sem snirta lík og eitthvað. Já. Að því, mér langar bara að spyrja þig. Auður hefur verið að vinna með það. Ha? Já, Auður vinkona okkar. Hefur verið að vinna með að snirta lík? Já. Nei, Auður kemur alltaf mikið óvart. Ég veit það. Hún sagði mér þetta eins og ég var bara hold the phone. En þess að hún sagði okkur, hún borðið fiskibólur og jólum, þá er ég okkar, nei, wait, scratch back. Já, bara hvað segja? Býta, ha? Já. Hún var að vinna við í svona lík. Ég veit ekki hvort það var að snirta eða bara á lík, í svona líkhúsi, skilur. Já, mitt. Það er ekkert sem ég skil við það. Sorry. Ég finnst það bara gæt eðlilegt. Já, bara, það þarf ykkur að vinna þessa vinnu. Ég veit það, en það er líka bara fólk sem actually bara finnst það ekkert skrítið. Ég skil það, og ég skil það ekki. Ég get ekki hort að dáið fólk. Nei, ég get ekki verið inn í sama rými. Nei, og bara eitthvað fullt af fristu við kistum með. Nei, ég get það ekki, sko. Og það er svo mikið sem það er að gera við þau, sko. Þú veist, þegar þau deyja, sko. Það sést að tappa í rassinn og þú veist, og þetta bara að sé fólki í þessu starfi bara ég væri bara býr eftir ég væri bara eitthvað að þú veist græjaði eitthvað og myndi bara svona taka í hendurinn mín og bara já, en ég hef líka heyrt nú veit ég ekki tappa þetta er tappan úr rassinum að mér líka bandi komast hóndið ef einhver lík myndi ekki fíla þetta skilur óumbygg Já, ég er bara að segja eitthvað ógeðslega við henni liti. Það eru mækar hérna fyrir það. En hérna, oh my god. Þetta er ekki fyndið, en þetta er bara, ég gæti aldrei. Nei. Bara respekt á þetta lið, sko. Já, ég bara, fólkorðuna eða eitthvað, það er ekki eitthvað. Fólkaorðuna? Nei, fólka. Já. Það er ekki ykkur orða. Jú. Ángrín, sko. Nei, af því að ég hef líka heyrt, nú veit ég ekki hvort það sé bullshit. Þú veist bara, já, kaupið ekki dyrinu selda. En þú veist að lík skilur fyllist upp á lofti. Þannig að fólk hefur lent í því að vera kannski, þú veist, að rúlla líkum á milli herbergja að vera að koma með eitthvað fyrir og þau bara svona setjast upp. Oh my god. eða prumpa. Þú ert að snirta lík, það er grafa þögn. Þú ert eina að snirta lík og svo bara... Ég sver þetta var það.
kannski 2 það snýst það líka þetta var ekki bara einmitt águr ég veit ekki hversu óviðandi þetta en sorry þetta áttist bara hræðslu já, þetta er hræðsluhlátur því ég myndi fríka út sko. Ég myndi deyja einn dagur ef við þurftum að taka svona einn dag í þessari vinnu ég held ég þið aldrei svo sama ég ekki svo sama nei en við erum líka svona allan daginn bara grenjandi úr hlátri úr hræðslu og þetta svona coping bara þetta bara coping við hlægjum til okkur líður illa við fyrir að tárast að hlæja ok eigum við að setja enda þannig þátt og ná okkur aftur niður á alvarlegu nótunar og sjá okkur í næsta þætti part 2 við erum með sérstakann gest Draugavegan heldur áfram með gest oh my god